Ingi, má ekki segja að steikin í kvöld hafi verið vel steikt og hvað, mikið pipruð? Vel pipruð og mikið steikt. Kaupfélagsstjórinn hlýtur ánægður með ommálutina, það útýrist í húsinu. Já, það er allar líkur á því, en hvernig svona breytir þessu frá því sem að þeir eru undir mest megnis en takið algjörlega völdin í fjórða? Ja, við færum Kristófer upp á völlinn á Lewis og hérna erum við bakverðið Óla í staðinn og fæslurnar okkar og annað, það er bara small allt saman og við þvingum þá í erfiðri sko, þeir voru náttúrulega búin að vera hérna bara svona lýsið bara eins og 10. bekkingur á móti 1. bekk í stórfiskaleik, þú nærð því ekkert sko. Þeir náðum ekki svona klukka á hérna í fyrrahálfleik, við vorum svo langt frá þeim og þeir fengu allt svigrúm sem þau vildu og fóru þangað sem þau vildu og byggu til skot sem þau vildu. En bara flott breyting og hérna bara kredit á staffið og hérna liðið að justa og hérna bregðast svona við. Undir hvað mest held ég 15 stigum á þessum heimavelli þar sem þeir eru orðnir sjóðandi heitir og hérna ég er mjög ánægður með að hafa snúið þessu við. Þetta er mjög skemmtilegt. Og auðvitað náttúrulega söknuðu tveggja ágætisleikmanna, Jón Arnór og Pavel, en hvað það breytti engu bara? Varnarlega séð, engin spurning varnarlega séð. Þeir eru búin að setja tónið fyrir okkur varnarlega séð og mér fannst bara menn pikkað upp og við erum að hamra á því og erum að hamra á því hvað við ætlum að gera og þetta var bara skemmtilegt og það er alltaf skemmtilegast að koma tilbaka svona á útivelli og mikilvægi leiksins fyrir bæði lið var gríðarlegt. Grindavíkar í rosa baráttu að komast til play-offs og við ætlum að reyna að koma okkur eitthvað hærri í töflunni. Ég veit ekki hvernig hinleikirnir fóru og ég veit ekki hvar við erum en það eru núna voru 4 leikir eftir á stuttum tíma og þetta hefði verið bara erból hjá okkur að tapa þetta. En þeir félagar Jón Arnór og Pavel, hvað er langt í þá? Þeir eru kannski svona, ég var að segja bara day to day business. Það er engin tímalína eða það er ekkert kort í þessu, þannig að vonandi klárið fyrir föstudaginn, ef ekki þá eru bara til dags og fókusunum er að vera klárið fyrir úrslitakeppnina og það þurfa að vera í rytma og þessi leikir okkur eru mikilvægir að við spila okkur saman. Þetta var frábær byrjun á þessu 4 leikja perjódi. Og auðvitað þarf ég náttúrulega ekki að spyrja því en krafan á þig og ykkur er auðvitað bara 7. titillinn í rauðu þekki? Já, annars varum við fannir heim, boppa og bara setja votið á eitthvað sko. En við erum bara í þessu til þess að vinna, við erum aldrei þannig upp og það er bara svoleiðis, in it to win it. Ertu ágætlega bjartur á það að þið minnist standa uppi? Deildin er gríðarlega sterk og við förum ekkert eitthvað rosa hátt upp eftir þennan sigur. Við erum mjög ánægðir með sjálfum okkur í dag en við erum ekkert að fara eitthvað upp á skýjunum, við vitum alveg að við gerðum hérna alveg gríðarlega illa í 24-5 mínútur hérna. En við erum mjög raunhæfir. Við erum ekkert, krafan er náttúrulega, við ætlum alltaf að reyna að vinna. Það er bara að við erum í öllum keppnum til þess að vinna. Við vorum brjálæðir að tapa í undanúrslitum bikar. Við ætlum að koma okkur eins langt og liðið á að fara í deildinni og ef það er 7. titillinn þá tökum við það, en ef ekki, við ætlum að bara selja okkur dýrt og munum gera það. Flott, takk fyrir. Takk.